Vikurverk. Allt í ferðalagið. Komið sæl, við sjáum hér tunglmynd sem var tekin upp úr hádegi í dag og við sjáum að lægðin sem olli illviðrinu í gær komin hér langt austur af landinu en hún skildi eftir sig norðanátt með ofankomu hérna á norðvestanverðu landinu sem snýst smám saman svona til hánorðurs frekar en norðaustus og fer áfram til austurs yfir landi þannig að það verður nú líklega norðanátt á öllu landinu núna í kvöld. Það var bjart víðast hvar annars staðar en á norðvesturlandi í dag en þetta var nokkuð hressilegt hvassviðri í nótt. Vindhviður fór í 55 metra á sekundu á Hvammyndir Eyjafjöllum og var það svona með því hærra sem gerðist. En það sáust myndarleg bólstraski yfir eldgosinu í Geldingadölum í dag sem kemur til vegna þess að bæði svona óstöðugt loft yfir landinu og svo þetta óstöðugt loft yfir hrauninu og hraunið núna orðið það stórt að það svona farið að sjást sem punktur á svona tunglmyndum þó að við sjáum það svo sem ekki mjög vel. En við skulum skoða framvinduna næstu daga. Lægðasvæðin komin hér til austurs og það má segja að það klárist meira minna á morgun. Í kjölfarið kemur hér hæð upp að landinu. Hún kemur til með að stjórna vindafar þannig að það verða ríkjandi vestanáttir líklega núna miðja viku og ef við skoðum hitasviðskortið þá sjáum við að kalda loftið hörfar smám saman með lægðunum og hæðin ber með sér mildara loft í vestanáttinni eins og við sjáum hérna á þessu yfirlitskorti. Í þessum aðstæðum að þá verður oft þokuloft við vesturströndina eða allavega áveðurs og í þessu tilfelli við vesturströndina þannig að þó að það sé ekki útlit fyrir endilega mikla vætu að þá hlýnar með þessu og svona líklegt að verði svolítið mettað andrúmsloftið og þar með þokuloft. En við sjáum að það ennþá svolítið hvasst á Vestfjörðum og við Húnaflóa verður væntanlega fram yfir miðnætti og svona fram á nóttina og svo dregur aðeins úr þar en að samaskapi fer þessi norðanátt hérna til austurs og það hvessir aðeins annars staðar á landinu og má alveg búast við því að þegar áttin verður norðvestlega þá ná sér á strik hérna svolítið vindhviður á Austfjörðum, sérstaklega sunnanverðum eins og svona oft í norðvestlægum áttum. En það útlit fyrir sem sagt norðvestlægar áttir austan til á landinu og svona kannski fremur hvassar hádegisbil á morgun en hægari norðlæga átt annars staðar. Gasmengunin frá eldgosinu fer þá til suðurs og annars staðar þetta svona bjartviðri en smá éljagangur ennþá við norðurströndina og á þriðjudaginn þá verður hæðin komin nær og farin að breyta vindáttinni í vestlæga átt, sérstaklega á norðvestanverðu landinu en svona rétt á meðan hæðin kemur nær landi þá náum við ennþá í norðanátt hérna austan til en hún fer síðan áfram til austurs og á miðvikudaga þá verður vestanátt ríkjandi á öllu landinu með þessu svona raka lofti og jafnvel einhverju þéttingu og þokulofti á vestanverðu landinu þá sérstaklega við Faxaflóa og Breiðafjörð en bjartviðri svona í flestum öðrum landshlutum. Það er tiltölulega hlýtt loft sem fylgir þessari hæð þannig að það má búast við hláku alveg upp í svona kannski 300-400 metra víðast hvar og þau sem ætla að vera eitthvað á ferð til fjalla páskana þyrftu að fylgjast mjög vel með hvernig aðstæður eru til dæmis hvað varðar snjóalög. Það svipaða sögu að segja ennþá að 5. deginum hlýindi vestlæg átt og raki hér vestan til en bjartviðri landið austanvert og svona það ekki að sjá að á föstudag eða laugardag verði mikla breytingar en svona laugardag aðfaranótt sunnudags þá gæti orðið talsverðar breytingar á veðri á landinu og vert að fylgjast með. En það hæð yfir Suður-Evrópu en lægðagangurinn fer áfram til Norður Skandinavíu og það svona ekkert mikið að frétta að veðri heldur farið að hlýna frá því sem hefur verið við Miðjarðarhaf komin 17-18 stiga hiti í Róm og í Toulouse líka 20 stig í Madrid, mjagast alltaf aðeins upp hitinn þar og það svipaður hiti líka á Tenerife og illviðurinn í Bandaríkjunum virðast vera búin í bili en það þó hlý suðlæg átt þar og líkur til þess að snögg hlýni víða á sléttunum allavega núna næstu dagana. En sem sagt hjá okkur þessi illviðri búin í bili, það áframhaldandi norðanátt og dálítil snjókoma norðan til á morgun en snýst svo í mildari vestanáttir þegar líður á vikuna. Verið sæl.